Já, góðan daginn, áraðu góðir og verið velkomin í Káa TV. Hér fyrsti leikur á opna norðlenska mótinu í handboltanum að byrja og það eru stelpurnar sem byrjaði þetta. Það eru gestaliðið hérna Fram og IBVF, tvö hörkulið og verður spennandi að sjá hvernig þau standa hérna. Það styttist í handbolta veturinn. Ágúst Stefánsson heiti ég og mun lýsa þessu fyrir ykkur. Stefán Jóhansson með til aðstofar í grafíkinni. En já, þessi lið bæði virkilega vel mönnuð, ætluðu sér stóra hluti í fyrra en fjallu á endanum bæði út í undanúrslitum úrslitakeppninnar. IBVF í 8 leik gegn Káa Þór sem var svo Íslandsmeistari eins og við þekkjum heldur betur fyrir norðan. Framararnir hins vegar rétt mistu af deildarmeistaratillinum en náðu sér ekki á strik gegn Val í úrslitakeppninni og duttu því út þar í undanúrslitunum. Og eitthvað segir mér að Framliðið verði gríðarlega einbeitt og öflugt í vetur. Lið sem vant í að vinna sínar keppnir. Og náttúrulega magna þessu komið Hafdísi aftur í markið. Stórkostlegur markmaður. Kannski púsli bara sem vantaði í fyrra. En já, þetta að fara að staðina hjá okkur. Það eru Framararnir sem að byrja með boltan. Og verður eins og ég segi, vonandi hörkuleikur. 8 norðlenska fer yfirleitt Fram seinna í ágústmánuði en þetta verður aðeins öðrustu tímabilur. Byrjum handboltaveturinn á bikarkeppninni frá því á síðast tímabili og því svona styttra í að við byrjum aftur. Smá reikistefna, við skulum bara byrja þetta, ekki stress. Sævar Árnason og Siguróli Magni Sigursson dómarar hér í dag. Það eru Framarar sem byrjaði þetta. Gettis færsla boltar opna hana ágætt pláss hana fyrir miðju örnarinnar en vel varið og IBVF leitar að fyrsta marki leiksins koma hérna hrættið að bækja þeim en Framararnir eru fljótið tilbaka og ná að loka þessu og IBVF stillir upp í sína fyrstu sókn. Ég segi það hættu því að liðið alltaf reynir eins og þau geta að stilla upp í sóknarleik þess að drilla sóknarleikin áfram fyrir tímabilið. Gríðarlega mikilvægt að byrja tímabilið vel. Slakur boltið þarna og Framararnir reyna að keyra í bakið en aftur. Liðin eru öguð hérna upp á þeim, ná að bakka. Flott sending hérna en búið að brjóta aukast í dæmt. Ég er sem sé ekki með skýrslu og veist afsöndar því að þekkja kannski alveg alla leikmenn Vallarins. Töluvert af ungum stelpum sem að fá tækifæri hérna og það ljósið skína fyrir komandi vetur. Ragnheiður með skotið, það er varið og keyrir í bakið á þeim. Þetta er vel gert og fyrsta markið er komið, það er Vestmannaeyinganna. Þetta gerðu það vel, fljót refsa og já, þessi IBVF-liðið það er unnu fyrirleikin gegn Káa Þór í undanúrslitunum á síðustu leiktíð í úrslitakeppninni en tókst ekki að klára verkefnið og Káa Þór vann á endanum einvígi 2-1. IBVF með frábært lið, mikið og flott starf unnið í Eyjum og þetta er þannig fótur og Eyjaliðið að byrja þetta krafti. En ég segi það er mjög skemmtilegt starf unnið hjá Hanglarsdeild IBVF. Mikill kraftur í þessu, hvort sem þessi kallaða hvenna megin. Það er ekki sjálfgefið að
Í rauninni lítið bæjarfélag og Vestmannaeyjar eru að halda út í öflugum liðum. Sendingu hornið gengur ekki hins vegar, þannig að það þarf að byrja upp á nýtt. Birna kemur alveg óáreitt og klárar þetta 2-0 og Framararnir virðast ekki alveg vera að koma þær í gírinn. Á sama tíma er IBF að spila agaðan og flottan bolta. Opna hornið til þröngt og setur hann næst stöngina, opinn setur ekki stöngin inn, en stöngin út var þetta. Já, koma Framararnir, snúa vörðin svo, hraðalöp hérna, þetta hlýta hvað fyrsta markið, já, hérna kemur það. 2-1, Framararnir komnir á blað, þetta er mikilvægt. Eins og ég er reiknað með jöfnum og spennandi leik. Þetta eru lið sem ætla sér klárlega bæði titla á tímabilinu. Það verður á sama tíma áhugavert að sjá hvernig standið er á K.A. Þór okkar liði. Þeir sýni það á morgun. Þetta er vel gert. Vel opnaði hjátinu og nýtir plássið vel og klárar þetta á ferstingina 3-1. Já, Sigurður Bragason virðist vera búinn að slípa hlutina strax vel til í Eyjum. IBF að fyrir þetta að krafti. Þetta er slyssalegt en allt í góðu og hvað endar þetta? Mikið pláss hérna og þetta ætti lína hárrétt og það er minn teik hérna, hann fær boltan í sig en gengur afskaplega erfilega hjá framvörunum að finna klufur á þessari vörn Eyjamanna. Styttist líklegast í hendina. Magnur setur hann áfram og Karin með tekinn hérna á Sunnu. Kemur Ragnheiður sér á miðjuna. Hvað segir mér að hún sé að fara að skjóta þessu? Sýtur hann í hornið, þetta er vel spilað, þetta er þröngt færi og það er varið frá henni. Sending fram, það gengur ekki. Þetta er svekkjandi búið að vera ansi lengi í vörninni að missa boltan strax í kjölfarið. En á sama tíma, það eru bara engar glufur að opnast á þessari frábæri vörn Eyjamanna. Spurning hvað Stebbi Arnalds hefur upp í erminni. Alltaf mikilvægt fyrir framliðið að virkja Ragnheiði í skiptunni. Gríðarlega öflug skipta og þetta er aftur erfitt færi og dæmt lína í kjölfari. Nei. Siguróli dómari tekur þetta á sig og dæmi bara aukast. Flautað á snemma. Og allt í góð með það. Við bara viðurkennum mistöku sín og höldum áfram. Ragnheiður með hörku skot í stöngina út. Þetta er búið að vera svona smástaðasagan hjá framurhund til þessa. Stöngin út. Eina mark framar til þessa úr hraðalaupi. Það er þetta svo sem típist fram. Ég vil spila þær frábæra 6-0 vörn og fljóta refsa og hérna vinnaði boltan en fá ekki tækifærið á að keyra í bakið á Eyjamönnum. Karin er í horni, þetta er vel gert frábært færi og enn er hún að verja horninu.
Þetta glæsilega gert, þriðja varða skoti bara úr horninu. Komið með 5 varin skot á tæpum 8 mínútum, það þokkaleg prósenta. Það þokkaleg tölfræði öllu heldur. Prósentan 75%. Já, á morgun mætast K.A. Þór og Fram. K.A. Þór mætir hins vegar IBF-U í dag. En svo leikur fyrir Fram í höllinni og við getum því ekki sýnt hann hér í K.A. TV. Sýnum eins og 2 kallaleik í kvöld í kjölfarið þessum leik. Fyrst K.A. gegn Herði og síðan ungmennileg K.A. gegn Fram. Þetta hörku skot frá Birnu í slána og yfir. Þannig að það næg handboltaveisla framöndan og 2 leikir svo á morgun líka. Hvað frábær hreyfing og þetta náttúrulega, nei, það ekki vitið. Fannst hún vera komin í gegn þarna. Þessi hreyfing hjá henni var algjörlega til fyrirmyndar. Já, býðum ennþá til næsta marki. Komin ágætis spið þegar við sjáum markið þurr báðum megin. Rúmar 5 mínútur í framörunum. Þá kemur þetta skot frá Ragnið í stöngina. Út aftur hittur við stöngina. Og þessi bolti endur á línunni og þetta vítakast. Já. Þetta var vel spilað og náðu að losa sér vel hann á línunni. Og Birna á vítapunktin getur komið í IBF í 4-1 hérna. Það eru bara einfallega að byrja þann leik mun betur og setur hann undir Herdísi í markinu og staðan 4-1 hérna. Já, Ragnheiður losar hann og hérna galóttans hérna hjarta varnarinnar og annan mark Framar hann lítur dagsins ljós. Þetta var vel gert og það kom að því að vörninni á IBF splundraðist og það heldur betur dauða færi hérna. Líðarhreim þarna aftur, virkilega vel gert og IBF heldur vera áfram að keyra á þetta 5-2 og slök sending þarna og IBF að keyra enn í bakið á þeim og þessi leikur í neti staðan 6-2 og spurning hvort að Steppi taka ekki bara leikhlé. Þessi byrjun á leiknum ekki búin að vera góð hjá framliðinu og jú, hann tekur leiklið. Skildi eins og segir, henni engan 100, ekki byrjun á leiknum sem Framararnir ættu sér. En á sama tíma bara mikið hrós á IBF-liði, það að spila bæði hörku varnarleik og eru seigar í sókninni. Komnar hérna í 6-2. Ég segi Siggi Braga, þjálfari IBF, þetta skemmtilegu karakter og ég held að nái einstaklega vel til liðsins. Og ég segi síðasta tímabil, það var gott að mörgu leyti hjá Eyjaliðinu, en vantaði aðeins upp á stöðuleikann og þú fóru þar út með engan titil.
Já, við erum farin aftur á stað hérna, framararnir í sókninni, spurning hvað steppið við settu upp. Býr meira í þessu liði heldur en við byrja hérna, þetta alveg spurning með brottvísun hérna. Aja, þetta ekki nokkuð spurning, 2 mínútna brottvísun, hann var búinn að missa mannin og þá á að sleppa, þetta var ekki spurning. Og IBF fær fyrstu brottvísun leiksins, það verða örugglega fleiri. Þó að þetta heita einhver æfingarleikur, þá þetta þessi 2 hörkulið og þú vilt alltaf vinna þessa leiki. Það skiptir oft bara miklu máli andlega að ná sigurunum á undirbúrstímabilinu. Ragnheiður dregur í sig og allt galopið hérna hinum megin, en kemur stefnubreytingin og nágrínast þetta slök sending þetta frá Ragnheiði og IBF-lið keyrir á þetta. Þetta þess var beint að Hafdís í markinu, en Eyjaliðið fær innkasti og heldur í boltanum. Spila einfaldlega bara manni færri. Það virðingavert. Ég held að séu svona 99% af þeim handboltaunnendum í heiminum sem eru á því að minnka þetta aukamann í sóttinni batteri. Þannig við fögnum þessu framtaki Eyjakvanna. Nája, kannski ekki alveg fullu kraftur hérna, sækir aukastið, aðeins að hitta tíma, sniðugt, 45 sekúndur í mannin. Spurning hvort að höndi fara að koma upp, það er búið að vera lítið lóknin í þessu. Skotið láttur utan, ekki á ramman. Og framöðu koma hérna hratt á þetta, nýta sér yfirtöluna. Karen í gegn og frábær markvarsla og frákastið hér hjá Eyjaliðinu. Þetta búið að vera gjörsamlega frábær framistæða hana. Karen, einn af okkar allra bestu leikmönnum, gerði virkilega vel að koma sér í færið, en skotið ekki nægilega gott. Og IBF með full skipað lið núna. Já, aftur komið markaþurrð hjá framherjunum. 2 mörk áttu rétt tæpu korteri, það er bara ekki þeirra karakter. Svo kemur hörku skot í stöngina út. En eins og segir, framherjunum líður yfirleitt vel í að spila hörku 6-0 vörn og keyri baki á sínum liðum. Það eru hans að reyna að rífa frá það núna. En Eyjaliðið er einfaldlega gríðarlega agað. Fljóta tilbaka og gefa ekki þumlunga eftir í vörninni. Þetta er alveg viss yfirlýsing, þetta fyrsta korter hérna hjá Eyjaliðinu. Það eru klárar í þennan komandi vetur. Karen svo þarna þekkjum hérna, þetta er ekki flókið. Bara leggur hann upp í skeytin fjær og heggur á hnútinn. Já, eins og segir, liðin bæði byrjuð aðeins að hreyfa við byrjunarliðinu. Þetta er segir æfingarleikur, þarf að hendilega nýta þetta, gefa leikmönnum sénsinn. Þetta er vel gert og Þóri er að minnka í 6-4. Þetta er eins og segir, þarna þekkjum við framarana. Þú mátt ekki gera mistök á móti þessu liði. Það eru svo fljótar að keyra í bakið á þeir. Og það er kannski eitt sem að K.A. Þór gerði vel á síðust tímabili, mótið fram. Var að reyna að halda hraðanum niðri og er að, agaðar í sóttinni.
gefi ekki færi á því að fá hraðalbi í bækið. Þá er bara oft ansi stórt vopn úr framliðinu. Þá að vissulega séu tölur fleiri vopn í þessu frábæra liði. Hérna kemur ennið bolti fram og 5. marki komið, 3 mörk í röð hérna. Þetta er ekki flókið, þetta er bara fram par excellence. Sex, 5 skyndilega árið staðan og þetta er heldur betur búið að snúast. IBF er ekki búið að skora í rétt tæpar 6 mínútur og þessi bolti bara beint út af og framarnir koma hérna, keyra á þetta dauða færi og færi ekki jafna metin í 6-6. Þetta er magnaður viðsnúningur. Þeir eru ekki búið að lengja þessu og Siggi Braga tekur leikhlé fyrir Eyjalið. Þetta var magnað. Það er búin að eyða korter í að byggja upp 4 marka fórustu og það er farið á svona 1,5 mínútu. Þetta segir okkur það hvað handboltinn er skemmtilegur, svo fljótt að breytast, fljótt að gerast. Aðeins annað hljóð í þjálfari núna heldur en leikliðinu áðan. Hún er Siggi orðin aðeins aðstæðari, hún er Steppi orðin aðeins rólegri. Gaman að þessu. En já, minnum á að það eru 2 leikir karlamegin í kvöld hérna á KA TV. Klukkan 6 er leikur KA og Harðar á Ísafirði. Hörður með áhugavert lið. Það er flott starf hérna fyrir vestan. Menn er að byrja einhvers staðar og þeir eru að gera það heldur betur með því að fá öfluga útlendingar til sín og skapa áhuga sem vonandi skilja sér í fleiri ungum iðkendum að prófa handbolta. Þannig að ég býð spenntur að sjá Harðarliðið. Það held að sé alveg skýrt að þeir ætla sér upp í vetur, upp í efstu deild. Og svo í kjölfarið klukkan 8 er leikur ungmennaliðs KA og Fram. En þetta er bara eftir á staðinu hjá okkur. Spurning hvað Siggi hefur náð að gera í þessu leikliði. Þetta er bara mikið af mistökum sem að IBF er búið að vera laust við fram að þessu. Fín hreyfing hérna en frábær vörn hérna að Stella. Engu gleymt. Tók sér ákveðis hlið frá boltanum. Kom svo aftur til lok síðustu tímabils og er alltaf handboltan upp á 10. Hérna er náttúrulega hotni, höndin er uppi, hún er að fara að koma skot. Vá, þetta var klaufalegt. Og það enda með marki. Í staðinn bara að standa vörnina og klára þetta. Og fær IBF liðið yfirtölun hana og refsar með góðu marki 7-6. Eyjaliðin er aftur að spila hörku vörð þegar hann á að bakka, eins og þessi 4 mörk komið röðan á hann voru bara öll úr hraðaleipum. En ég held að þessi ekki 5 af þessum 6 liðum framaliðið sem er búið að koma hraðaleipum. Ef ekki öll, þetta er alltaf að vera með öllu tölfræði. Já, það er líf á fjörið í kamelinu. Ég sé, það verður áfram spennandi að fylgjast með handboltanum í vetur. Hvenær meginn var líklegast skemmtilegast að bara deild bara frá upphafi. Það voru svo mörg frábær lið og það heldur áfram núna í vetur. Og karla meginn, það finnst mér að vera svona stefni í svipaðar hluti. Fleiri lið að bæti í og stefna á alvöru hluti. Þannig að það verður
áhugavert að sjá hvernig þessi vetur byrjar. Mikilvægt að byrja vel. Fá uppkastið, svona smá heppni þarna. Það er alveg hægt að sleppa þetta með hana. 10 mínútur eftir þessu fyrirháleik, staðan jöfn 7-7. Sendingin aðeins svo aftarlega og fyrir vikið kemur ekkert út úr þessu, höndun uppi núna. Og kemur skot, varð að skjóta. Beint í hávörðina og framarðinni keyrir í bakki á þeim. Og sendingin klikkar en þetta er rétt, hún fær aukastið. Ef hún hefði losað hann aðeins fyrr hérna þá var allt galopið í hjarta varnarinnar. Fram með að elta allan leikinn en svona er búið að vera að snúa þessu heldur betur sér í vil núna. Þetta var vel lesið, keyrir upp hérna og 8. marki komið, 8-7 í byggða, það neita að láta forystunni af hendi. Það kemur leysingin og engin út af móti og það var ekki sögum að spyrja. Smetlir upp í skeytin, jafnar í 8-8 og verður að mæta hana. Sýsta þessar Hottamar er búin að leysa. Það var ekki eitthvað mikil afsökun fyrir því að mæti ekki. Og þetta er virkilega vel gert. Já, Eyjaliðið heldur áfram að leiða þess. Fá henni aukastið. Jæja, komum aftur á staðina og okkur til smá pásu. Sjáum hvað framhaldið gera. Fín stimplun og hvað endar þetta? Þetta er þröngt var í öfughorni og það er varið. Fikk hérna dágott pús sem endaði því að færið var tölvuð þrengra eftir hún ætlaði sér. Og IBF getur aftur náð 2 marka forystu. Búin að vera með gott tak á leiknum fyrir utan þessa 1,5 mínútu sem að Framararnir tóku 4-0. Þetta er fín hreyfing og frákastið er hjá IBF-liðinu og það var vel gert ná að stela boltanum hérna en ég er að flýta svo mikið. En já, eða hálf fyndið að pælið í að framliðið búa svona ná að bæta sinn leik eftir að þeir skiptu kannski út sem helstu kanónum. Segir kannski mikið bara breiddina sem er í þessu frambatteríi. Ekki bara þessi búin að vera hörkulið núna í langan tíma. Það er með frábært ungmennalið sem að vinnur yfirlega
fyrstu deildina. En það getur ekki farið upp að það er ungmennalið. Það halda bara áfram að vinna það. Þetta er frábær hreyfing. Virkilega vel gert. Gerir þetta á harðfylgi 10-8. Og Eyjaliðið verðskuldað aftur að ná að slíta sig aðeins frá. 5,5 mínúta rétt rúmlega eftir að fyrri hálfleik. Já, þetta er rétt skref hérna. Náði ekki að losa boltan áður og lenti og því fór sem fór. Já, við reyktum vantilega með aðeins meira tempói þegar liðin fara að spila kettisleiki. Bara tiltölulega svona rólegt. En það þarf ekki að spyrja því hörku skot hérna. Og IBF komið 3 mörkum yfir. Já, það er spurning hvað Stebbi er að kokka upp núna fyrir framliðið. Þetta er ekki alveg búin að vera þeirra leikur. Akkurat gerist þetta, slöksending niður í hornið og var alltaf farin að staða á horninu. 4 mínútur eftir. Þetta hefur svo sem verið ansi gott. Sendingin hefði hefnast, en svo var ekki. Og þetta er áfram frábæri að spila, losa boltan á góðum momentum og refsa leið og vörnin kemur ekki og mætir skittunum. Og IBF aftur 4 mörkum yfir, voru ekki lengi að kvitta fyrir hann að kafla á hann. Æja, sjáum hvað framhaldið gera núna. Þetta er vel gert, en Súni bara mætt í rammanum. Frábælega var búinn að lesa skotendunum hana. Þetta er eiginlega að vara magnað. Ég held að framhaldið væri svona að ná að síga fram úr. Þegar jöfnuðu þarna mittin á hann og virtist vera komið með hangandis taka á þessu. En IBF halda bara áfram rólegar og ég er að keyra hérna yfir framliðið. Fá hérna vítakast, bara rétt dómur, verðast inn að tegs. Stebbi var náttúrulega aðeins hér í sér. Keppnismaður. Birna á punktinn. Sjáum hvað gerir, hún skoraði á hann. Og þá kemur IBF í 13-8. Þetta er magnaður kafli, 5 mörk í röð hjá þeim. Það er bara magnað að fylgjast með IBF-liðinu hérna. Það er að spila frábæran bolta. Spurning hvað framliðin á að laga stöðuna fyrir hlé. Alltaf nokkuðlust, það er verða einhverjum mörkum undir í hlénu. Þetta er svo að virkilega vel geta sjáu því markvörsluna, enginn í frákastinu og hún fær annars séns og aftneyr að vera hann inn. Gríðarlega svekkjandi hérna, en hvað voru þær að gera í vörninni? Enginn klári frákastið. Innlýsingin hins var gjörsamlega frábær hérna, kemur á móti bolta. Enginn sem er að bregðast við, dauðafæri á línunni.
endar svo í marki hérna eftir ákastinu. 13-9, loka mínútan í fyrirháleik. Genginningar. Mikið fyrir framarana að ná að loka þessari vörn. Hleypa hann ekki aftur 5 mörkum frá sér. Fín hreyfing, lendi bara þarna á vegg. 25 sekúndur eftir. Höndin uppi. Hann ná ekki að spila út vantarlega. Skipsendingin á línu gengur ekki. Framararnir keyra í baki á þeim. Og þetta mikilvægt mark. 13-10. Þetta er á allt öðrum stað, 3 mark undir heldur en 5. Og það ná að brjóta. Tíminn rennur vantarlega út hérna, já. Og IBVF leiðir í hléinu 13-10. Öflugur kafli á fram hérna, heldur spennu í þessu. 2 síðustu mörkin. Við tökum smá pásu, komum svo klári seinni hálfleikinn.
Jæja, þá erum við farin á staðinn í síðara hálfleik. Liðin aðeins búin að ná að anda og stilla sig aðeins af. Kannski helsta spurningin bara hvort að framliðið ná að halda áfram. Og sem frá var horfðarinn við lok fyrir áleiks. Sperrið síðan 2 mörkin og komumst aftur inn í þetta. Það er eins og að verða að mæta Birnu meira en þetta. Það er ekki að spyrja þig þegar Birna fær svona tækifæri. Kemur í BF aftur 4 mörkum yfir 14-10. Ragnheiður losar boltann, þetta er vel gert. Stella klárar þetta. Já. Ragnheiður fór hann upp, dró heldur betur í sig eins og þessi venja er. Frábær skytta. Losa hann svo vel yfir. Og þetta var vel klárað. Já, Stellu. Birna, erfið sending, endar út af og framararnir snúa vörn í sókn. Líkilatriði að það keyrir betur upp hraðan. Sendingin á línu vel getur Ragnheiður, þetta er alltaf vítakast, ekki nokkuð spurning, þetta alltaf að vera. Sleppum brottisunum hins vegar, það var svona ekki gróft brot en algjör óþarfi. Og Ragnheiður Júlíusdóttir fer á punktinn. Fyrsta víti framara. Æja, þetta gerir hún vel. 14-12. Aðeins ein brotti sem kom í leikinn til þessa. Það var Íbjöð átt með einn. Það var örugglega fleiri í seinna leik. Þetta skot hins var ekki nógu gott víðsfjarri. Og sendingin fram hins var ekki nægilega góð heldur. Mistök á báða bóga núna. Þetta slapp til. Þetta er aðeins beðið på einbindinga núna. Hinn á línuna, þetta er vel gert. Þetta er vítakast, ekki nokkur spurning. Og sleppið með Brottisunna var alveg svona á jaðrinu. Það var Brottisun líka. Þetta er alveg víti. Það er eitthvað mótmannlega sem framstólkur en þetta var klárt víti. Og Birna áfram örugg á punktinum, búin að skora öllum 3 vítunum. Það er einmitt 3 marka munur. Mikilvægt að nýta vítin. 15-12. Og aftur 8 fyrir Stellu og þetta gerir hún frábærlega. Laumar hún á fjárstengina. 15-13. Og Stella les og þessa sendingu hérna, losar hann yfir. Dauðafæri og þetta er vel gert. 15-14. Framleiði aftur að ná góðum kafla sem er að refsa strax fyrir mistökin. Þetta er gaman að sjá einsmarksmunur. Eins og ég segi, þó að æfingarleik sé að ræða. Klárt mál að bæði lið ætla sér sigur hér í dag. Það er ekki nokkur spurning.
hörku skot, en þetta er vel varið. Þetta er skyndilega jafna metin, keyra bara fram og þetta er Þórir jafna 15-15. Þetta er magnað, þessi framvél. Hversu oft höfum við séð þetta, ekki endilega eiga sem besta leik. Það þarf bara örfáar mínútur til þess að snúa hlutunum sér í vil. Aftur þarf IPVF að byrja frá grunni eftir að hafa náð góðu fórustu. Það hotni gengur ekki og þessi bolti fyrir bara út af, ekkert að þessu. Ragnar með mikið plási, þetta er frábælega varið, Sú var búinn að lesa þetta. Mætt 15-15. 6 mínútur rúmar búnar að þessum síðara hálfleik. Þetta er stál í stál hérna. Fram með 3 mörk í röð. Voru 5 mörkum undir rétt á hann í stöðunni 13-8 og þetta er frábært hjá Birnu. Það vantar alltaf aðeins upp á fram nái að snúa sér í vil. Það var ekki ennþá leitt í leiknum. Þetta er kast. Steppi á frambættum eitthvað, vildi fá meira en frá aukast þarna, en þetta var bara pjúra aukast. Aldrei komið í gegn þarna. Næja, mér finnst það bara að vera bara fyrir stendur leikur. Sævari og Sigurúla búin að vera fín inna hjá þeim. Ragnar kemur enginn á móti, en ná að krafsa í boltan. Voru að koma hérna fulli í setjumbyggina þeirra. Siggi öskrar á sína stelpur, bara stopp, stopp. Næja, þessum er ég svona rosalega hrifin að þeirra þjálfarar er að stýra þessu svona. Leikstöðan ég vil að hafa tilfinningu fyrir þessu sjálfur. En þetta er frábær hreyfing og þetta er geggjað mark. 17-15. Gjörsamlega prjóna sig í gegn hérna. Og enn er IPVF að gefa í þegar framhætti er búin að jafna. Þetta er víti. Hugsalega tveggjarni Brottvísun. Löngu komin í gegn, hann á bara að sleppa í staðinn að fá víti og Brottvísun. Ragnar skoraði hann og öryggi á hann. En Karen á punktin líka. Allt til að vera með þessar 2 vítaskittur. Þarna held ég nú að Siggi hafi tekið Karen aðeins út á læginu þarna. Það kallar inn á völlin hvar hún væri að fara að skjóta og það endar í því að Karen skýtur í slána yfir. Þetta er náttúrulega virkilega skemmtilegu karakter. Þetta er svona áhugaverið svæði þetta. En IPVF því áfram 2 mörkum yfir, en eru manni færri. Með aukamenn sótninni þetta skiptið, voru að gera það ekki fyrir áleik. Búin að skipta núna. Sunna upp og hún bara bombar sín hetti út úr stöngina. Rístótt mark. Fyrir vikið framræðir áfram að leiða og þetta skot ekki gott. En frákastið hjá fram. 18-15. Rétt tæp mínúti eftir að Brottvísun á liðinu. Fram verður að nýta sér þessa sókn. Allt galopið fyrir Stellu núna, en núna gekk þetta ekki að lauma núna fjær. Tók skref hérna í markinu og varði markvassan frábær hjá liðinu í þessum leik. Skiptir ekki máli hver í rammanum. Þetta sé frábælega báðar.
koma með 13 varða bolta gegn aðeins 3 hjá framliðinu. Það er ansi stór munur. En það eins og þetta fleiri tapaði boltar hjá EA-liðinu. Svona jafnar þetta aðeins út. Og reyna sirkusinn og þetta er frábært mark. Þetta er gjörsamlega frábært. Það var ekkert af þessu. Sirkusinn upp á 10. Og það er erfitt að verðast þessu. Já. Þetta var gaman að sjá. Það opnaði eins og hotnum fyrir Þórey og Þórey klárar þetta vel. Þessu telur jafn mikið og sirkusmarkið en það er alltaf afskaplega vont að fá á sig sirkusmark. Það er svona meira högghættur en önnur mörk. En sterkt hjá framliðin að kvitta sæs fyrir þetta. 19-16. Frábært skot hérna. IBF fyrir að spila bara virkilega effektívan handbolta. Þetta er ekki endilega flóknast í heimi sem hann er að gera. Það er að nýta sér að vera hér með hörku skittur og Birna þrumar þessu upp í skeiti fjær. 20-16. Þeir segja svona virtust einhvern veginn ætla að toppa á hárréttum tíma í fyrra síðustu leiktíð þegar það runnu fyrsta leik í einvíðinum gegn K.A. Þór undanúrslitum Íslandsmótsins. En K.A. Þór náði að vinna í Eyjum og þá var þetta orðið erfitt. En þetta vel getið framrunum. Finna línuna. Minkið í 3 mörk, 12 mínútur búnar að setni hálfleik. Nú býður bara eftir að sagan endurtaki sig enn og aftur. Að framararnir nái að keyra í bakið á EA-liðinu og í hérna meitinum ný. Búið að saga þessa leiks. IBF leiðir og byrjast að þeir með taka á þessu. Svo kemur erfiður kafli og framararnir gjörsamlega koma sér strax aftur inn í þetta. Þetta er eins og góð vörn. Og Birna missir boltan og hérna kemur frá Þórey, losar hann eins og gerir þetta vel og þessi bolti endar netinu 20-18. 2 röð núna hjá framurunum og Siggi tekur leikhlé. Það kemur á að stoppa þetta áður en það er jafna. Hefur aðeins náð að lesa í leikinn. Þetta er skemmtilegt. En eins og ég segi, þetta er alveg magnað markvarslan hjá IBF. 13 boltar, markvarslan hjá Fram aðeins 3 boltar. En enga síður er með unnurum bara 2 mörk. Og eins og ég segi, ansi stórt af því að IBF er með 13 tapaða bolta og Fram 7. Sjáum þetta hérna, leiksta markaþurð, hún er ansi svipuð. Og IBF tvívegis fengið Brottinsson. Fram aldrei. En það er nóg eftir að þessu. Spurning hvort að Siggi náði að stoppa framliðið áður en á jafna metin. Eða hvort að komi loksins að því að Fram snúi sig sér í vil og ná í yfirhöndinni. Það er búin að hóta nokkur sinnum. En vantar stöðuleikann. Minni á að klukkan 6 þá sýnum við leik K.A. gegn Herði á Ísafirði. Ég segi það verður áhugaleikur. K.A.-lið ætla sér flotta hluti í vetur. Og sama má segja Hörð. Ég reikna fastlega með því að þeir ætli sér svo sannarlega upp í efstu deild. Og svo í kjölfarið sýnum við leik ungmennaliðs K.A. og Fram hérna megin líka klukkan 8.
Það er handboltaveisla framöndan og svo 2 leikir á morgun. Ragnheiður er búin að stela þessu bolta og kjölfari gal á þann hornið og þetta er lína. Og Þórey reynir að laumina á næstangina, gengur ekki. 14. varða skoti hjá liðinu. Munurinn áfram 20-18. Opna hornið, þetta er fínt færi, setur hann í stöngina út og það er keyra enn í bakið á þeim. Stella henni dauðafæri og skorar 20-19. Þetta er algjörlega magnað. Skrifaði skíin að næsta mark verði framveginn og við sjáum 20-20. Og svo kemur IBF aftur í. Þetta er ansi áhugavert. Þetta skot af vörninni, auðvitað að stoppa þetta og sýnist Karin hafa fengið högg hérna. Skotin eru væntanlega skoppað eitthvað í öxlin á henni eða eitthvað svoleiðis sýnist mér með hvað hún er að kenna sig með eins. Heldur áfram. Og framharðin geta jafna metin. Ragnheiður upp, hittir ekki markið. Ekki alveg búin að vera enn á dagur. En það er svona fljótt að breytast. Og líka magnað við Ragnheiði að hún er alltaf bara hvergi bangin. En sama hvernig hún byrjar, hún heldur bara alltaf áfram að plaffa á markið. Og það er ekki sjálfgefið að leikmenn hafi sjálfstöðst í það að halda alltaf áfram að skjóta ef það gengur illa. En þrátt fyrir að vera ekki svo elsta í bransanum þá er hún komið með svakalega reynslu, byrjaði mjög ung í meistaraflokki og ég er náttúrulega bara eina af okkar allra bestu skyttum. Þetta er fín hreyfing en þetta er alveg spurning með rauning, já, stendur rauningur. Og þetta er frábær stimplun, galopna hornið og Þór er jafn í 20-20, þarna kom það. Jæja, hvað gerist núna? Það er IBF enn og aftur að finna aukinn kraft og slíta sig frá. En það er komið að framliðinu að taka yfir. Birna upp, þetta er hotkast, hárrétt fyrir að vörninni hana. Þetta er svo beint í andlitið, þetta er ekki verið þægilegt. Byrðist strax afsökunar, sér boltan seint undir enda skot, fast beint í andlitið, þetta hefur verið mjög óþægilegt og sýnist nú að mér sýnist Hafdís vera einfallega búin að spila nóg, þannig að það er þriðji markvörðurinn sem kemur inn á hjá framherjunum. Hafdís sem þekkir það líka ansi vel að fá skot í höfuðið.
og fyrir að huga að liðsfélaga sínum. Jæja, leiklið að klárast. 20-20 fram með boltan, getur komist yfir í fyrsta skipti í leiknum. Ég segi, hversu oft hefur maður orðið vitni að þessu framliði, kannski ekki endilega á sínum degi, en næri einhvern veginn alltaf að malla einhvern veginn áfram og henda svo yfirlt á að klára leikina. Jæja, leikurinn farin staða 9. Já, kemur alltaf leysing hérna úr vinstra horninu, kemur hérna. Reyna að losa Ragnheiður, hann er ekki alveg að valda bolta. Kemur skotið og þarna smalla hjá henni og Fram er komið yfir 20-21. Þetta er svo típist Fram einhvern veginn. Við sem ekki bara kann þetta. Ég segi bomberinn vantarlega á síðast tímabili að vinna ekki neitt. Það hefur vantarlega verið ansi mikil hjá þessu öfluga liði. En eins og verið takturinn svolítið mikið dottin út úr á liðinu. Þetta er vel spilað þessi bolti af vörninu og út. Það er svona að síga á seinni hluta síðari hálfleiks. Spurning hvort IBF hafi kraft til að svara þessu. Það verður skyndilega lentar undir. Þessi klálega aukast, já. Það finna línun hann að gekk ekki. Höndin uppi hins vegar. Hver tekur á skarið. Gengur ekki dæmt. Boltanum bomba fram, gengur hins vegar ekki. Og IBF fær annan séns á að jafna þetta. Skotið í slanna út og framliðið keyrir á þær enn og aftur og þetta gera virkilega vel. Komnar í 22-20, komnar með 6 mörk í röð og þær eru heldur betur búin að snúa stöðunni sér í vil. Voru 4 mörkum undir rétt á 2016, leiða nú með 2 og nú finnst mér eiginlega allt vinna með Fram. Eyjaliði svona aðeins búið að missa taktinn. Það er svo alveg klálega tækifæri á að svara. Já, einstaklingsframtak par excellence. 21-22.
Þetta þröngt færi, fær aukastið, klaufast að brjóta þarna og alltaf á stökkvarinni frá markinu, þannig að færi var alltaf að vera þrengra og þrengra. Það var alltaf klaufast að brjóta þarna og gefa aukastið. En Fram þykkur þetta með þökkum. Frábært undirhundaskot, eða lúmst markið sem flesti kallar það. Maður sér þetta seint og þetta bara einfallega vel gert. Þokkaleg kraftur í úlliðinum að ná svona. Fram aftur 2 mörkum yfir. Það finna línuna, þetta frábælega gert og þetta klára, já. Það gefst ekki upp, það eru heldur betur ennþá inn í þessu. 1 marksmunur, 8 mínútur eftir að þessu. Það þurfa bara að ná að loka vörninni aftur. Og það er að spila frábæra vörn lengstum í þessum leik. En eins og segi, framliðir heldur betur að finna taktinn. Komnar með fórustuna, þetta skotinn sem var ekki gott framhjá. Og hér erum við að fara að sjá hina sveifluna hérna. Hörku skot í stönginu inn, þetta virkilega vel gert. Miðjan missetnast. Sjö mínútur eftir að þessu. 23. Keirir átt að losa boltan og komir í hálfa yfirtölu þarna. Gekk ekki og Ragnheiður missi boltan svo þarna og hvar endar þetta? Hann endar áfram hjá framliðinu að slepp með skrekkin þarna. Laus bolti sem að virtist aldrei ætla að enda þarna. Ragnheiður niður í hornið, næri ekki að opna. Og plaffar þessu sem var varið, frákastið er enn og aftur hjá framurunum. Þetta er búið að vera svakalega sókn á þeim. Opna hornið, þetta er fínt færi og hún klárar þetta vel. Gríðarlega svo ekkert fyrir Eyjaliðið, búið að standa vörnina svo lengi og á þessum tímapunkti líka að fá svo á sig þetta mark hérna, en vel leist hjá þeim. Úr samverjunni finna þarna vinstra hornið. Hörku skot varið, frákastið er eins og hjá Eyjaliðinu. Þetta er vel gert, dauða frá línunni, gengur ekki, enn og aftur varslað þarna frábær innkom í rammanum. En IPVF fær innkastið. Getur jafnað metinn. Búmi skrifin á rétt, fær aukastið. Höndin uppi, aðja. Það er ekki 5 sendingar eftir.
verður einhvern að taka skarið. Svo kemur á línuna, frábær rykking, frábær sending og jafn í 24-24. Það var líklega síðasta sendingin sem var í boði, en hún var frábær. Þessi rykking á línunni algjörlega frábær. Og boltinn á línunni þetta er víti. Ekki nokkur spurning. Línuspil núna gott báðum megin. Æja, 24-24. Og þetta er ansi mikilvægt, öll vítin í leiknum verið nýtt. 25-24 fyrir Fram. Nú er það búið að snúast við, nú var það Eyjaliðið sem er í vandræðum með hann á að snúa sér aftur sér í vil og komast yfir. Sleppir með, nei, hún missir hann og það er aukastið, nei, Sævar það með vítakast. Mér fannst að vera bara ná að komast fyrir hana, svo var ekki og vítakast dæmt. Þetta er ansi mikilvægt moment. Já. Tveggja marka munur á ný. Framararnir að taka yfir þegar það skiptir mestu máli. Kemur hörku skot, en henn er að verja rammanum. Ég held að sko með eitthvað 5 varin skot frá hann kom inn á fyrirbyrg 7-8 myndir síðan. Snúa sig fyrir Framarann og þarna kemur Ragnheiður Júlíusdóttir á flugi, fær boltan á hárundum tíma, keyrir með 1-2 og gengur frá þessum leik. Þetta er búið, ég fullyrði það. Tempóið er líka búið að vera það lágt rauninni að ég er ekki að sjá Eyjaliðið ná að brúa þetta bil á tæpum 2 mínútum. Og Hávarður tekur þetta fram, vinnur boltan. Frábær liðareyðing á Framararnir er að keyra yfir þetta 4 marka munur. Þetta er áhugavert. Framararnir elta nær allan leikinn. Þeir eru að enda á að vinna tiltölulega sannfærandi. Segir kannski ekki alveg sögu leiksins, þessi staða sem er uppi núna. Loka myndan gengin í garð. Nú er Eyjaliðsins að laga stöðuna aðeins. Opna hornið gengur ekki. Lítil ógn í þessu núna. Brot 35 sekúndur eftir. Höndin komin upp, já. Kemur skotið vantarlega, frábær Hávarður keyrir í baki á þeim. Og það er að tala um 5 marka fórustu hérna, 24-29. 10 sekúndur eftir að þessu, þetta er, eins og segi, framlið í hnotskurn. Ekkert endilega besti leikurinn þeirra, en það gera bara nákvæmlega sem þarf. Og vinna endanum 5 marka sigur hérna. Geta verið ansi sátta með sitt. Úrsliðlega séð. Eyjaliðið hins vegar. Væntanlega ekkert voðalega ánægt með þetta. Þáttur að hafa spilað lengi vel góðan leik. Fram skora síðustu 5 mörkin og átti nú ansi oft svona þokkalegar tarnir sem skoruðu nokkuð mörk í röð. Þar með 6 í röð
þegar það snýru leiknir úr stöðunni 20-16 í 20-22. Hérna sjáum við mitt tölfræðina. Já, eins og markvarslan 15 skot hjá Eyjamönnum, 8 hjá Framherjunum. Við komum eiginlega öll á lokakaflanum þegar það gengur á leiknum. 4 refsamínútur hjá Eyjaliðinu gegn Engri hjá Fram. En já, það var rauninni bara loksins þegar Framherjarnir náðu að loka vörnina minnilega og fengu smá vörslu, þá bara keyrðu þar yfir leikinn og unnu, eins og segi, 5 marka sigur. Sjáum hérna tímalínuna. Það var þessi kafli 20-16 í 20-22 sem að svona endanum breytti öllu. En já, þetta var áhugaverður leikur. Opna Norðlenska farið á stað og við minnum á leik KA gegn Herði á Ísafirði núna klukkan 6. Smá bíðið það, en endilega fylgist vel með KA TV-inu, sínum hann klukkan 6. Klukkan 8 sínum við ungmennileg KA gegn Fram. Og svo verðum við með einn karlaleik og einn kvennaleik á morgun. Þannig að þetta verður vonandi bara hörku fjör hérna áfram hjá okkur. En við þökkum fyrir í bili. Bless, bless.